Þorgeirskirkju, nei fyrirgefðu, að grenja á stað. Ég heiti Arnór, það er Jónas Þór. Gjörðu svo vel. Sultuslakur. Alveg róleg. Anda inn, anda út. Sultuslakur. Alveg róleg. Anda inn, anda út. Hósat í loftin gillir, lítið hús, syngdi fyllir og hurinn heimleiðis leita því æ. Manni þá átíð var í bæ. Ungan dreng, ljósin hlaða, litla snó, geislum baða. Ég man það svo lengi, ég lifa ég fæ. Lífið þá átíð var í bæ. Hún fekk bók en hann fekk náð að finna. Hönd í hönd leiktu skát og rjóð. Sætli börni sjálfgeft að finna. Við syngjum þau mín allra bestu ljóð. Söngur blíð, svefnin hvetur, systkin tvö geti betur. En sofna ég mömmu, ég man þetta hæ. Manni þá átíð var í bæ. Hann fekk bók en hún fekk náð að finna. Hönd í hönd leiktu skát og rjóð. Sætli börni sjálfgeft að finna. Við syngjum þau mín allra bestu ljóð. Söngur blíð, svefnin hvetur, systkin tvö geti betur. Sofna ég mömmu, ég man þetta hæ. Manni þá átíð var í bæ. Ég sofna hjá mömmu, ég man þetta hæ. Man ég þá átíð var í bæ. Jónas Þór, veist þú hvað annað aðventukertið heitir? Ásgeir. Ásgeir? Ásgeir. Það fyrst Pétur, Ásgeir, Friðrik og svo Jón í endan. Við erum oft þessi vinsu. Okkur er Jón í endan. Já. Þá takum við bara næsta lag. Ég held samt að það heitir Betlehem-kertið. Já, ég vissi það.
blesser, það ekkert sem að við eigum eftir og gert. Ég þarf ekki að skreyta eða pakka inn, mér finnst það ekki tilgangurinn. Þetta mér svo lítils virði miðað við ef þú yrðir alltaf það sem ég því allir dagar eru jólin með þér. Allir dagar eru jólin með þér. Einmitt. Ég myndi einmitt segja að allir dagar væru jólin með þér, Jóns. Þannig nú vinátt okkar. Og sérstaklega jólin. Já, og ekki síst núna þar sem að við erum að ganga í gegnum tíma þar sem að við höfum aldrei upplifað áður það sem er í gangi. Og þess þá heldur að eiga jólin með þeim sem að standa manni næst. Á meðan það er undir 10. Það með ekki meira 10 standaði næst. Af stofni Ísæi mun kvistur framspretta og sproti vaksa af rótum hans. Andi drottins mun hvíla yfir honum, andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og guðsótta. Guðsóttin verður styrkur hans, hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eyru hans heyra. Með réttvísi mun hann dæma hina vanmáttugu og skera með réttlæti úr málum hina fátæku í landinu. Hann mun ljósta ofbeldismanninn með sprota munns síns, deyða hinn guðlausa með anda vara sinna. Réttlæti verður belti lendar hans, trúfesti lindin mjaðmir hans. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardusdýrið liggja hjá kýlingunum. Kálfur, ljón og alifé munu ganga saman og smásveitn gæta þeirra. Kýr og birna verða saman á beit, ungvirði þeirra hvílir hvort hjá öðru og ljónið mun bíta gras eins og nautið. Aldin út sprungið og ilmar sólumót sem fyrr var fagurt sungið af friði og blómstrið það á þrótt að veita vor og yndi vetrar miðja nótt. Þú ljúfa liljurósin sem lífgar heilið kall og kveikir kærleiksljósin og krýnir lífið allt og Guð og maður greið oss með frá öllu illu, svo yfir vinnum deyð. Upp á síðkastið hef ég oft verið beðinn að tala það hvernig maður eigi að takast á við erfiðleika. Það er auðvitað þannig að við erum að ganga í gegnum ákveðið erfiðleikaskeið
Og þetta kannski tvennt að segja eða þrennt. Í fyrsta lagi, þá ágætt að setja þetta erfiðleika tímabil okkar í sögulegt samhengi. Ef við berum COVID saman við þekktar drepsóttir fyrri ára og alda, ef við berum COVID saman við svartadauða eða stóru bólus og eitthvað sem nefnd, þá verður nú kannski ekki svo mikið úr þessu. Og þarf ekki einu sinni þekktar pestir. Ég efast að nokkur maður muni núna eftir kíghóstanum 1903. Fyrir nokkrum dögum var ég að fletta í gömlum kirkjubókum Grenjaðarstaðaprestakalls. 1903 voru 11 manneskjur færðar til bókar sem látnar hér í prestakallinu. Þar af 8 börn, 6 sem dó úr kíghósta, 1 sem dó úr blóðkreppusótt og 1 3 daga gamalt sagt hafa dáið úr krampa. Sem betur fer hefur ekkert barn mér vitanlega dáið í Grenjaðarstaðaprestakall á þessu ári. Þetta kannski svona innleiðing að þeirri vangaveltu minni. Að við séum orðin svo góðu vön að við höldum að það sé eðlilegt ástand að ekkert geti ógnað okkur. Í sögulegu samhengi það hins vegar alls ekki hið eðlilega ástand. Í hinu sögulega samhengi, ef við horfum aftur í gegnum aldirnar, þá hefur sennilega engin þjóð nokkurn tíma verið svo örugg að ekkert gæti ógnað henni. Sjúkdómar, hamfarir, styrjaldir og svo framvegis. Þannig að hugsanlega nefnilega þannig í pottinn búið að hið eðlilega ástand að það geti eitthvað komið fyrir okkur. Og þá spurningin hvernig tökumst við á við erfiðleika. Ef það þannig að við munum aldrei losna við þá, þeir munu alltaf vera til staðar, þá verður mér svolítið hugsað til þessa biblíuteksta sem ég las hérna áðan þennan kvist sem einhvern veginn náttúrulega einhvers konar maður. Þessi kvistur af Ísærót sem einkennist af réttvísi og réttlæti, einkennist af því að sjá í gegnum blekkingar og skapar þetta ástand sem þannig að hinn sterki, byrnan og ljónið sem venjulega eru sterk rándýr gera ekki öðrum mein. Ég sé þessi dýr fyrir mér sem hina stóru og sterku í samfélagi mannanna. Það þá hlutverk hina stóru og sterku að
kannski ekki bara að gera ekki öðrum ein, heldur líka að hjálpa þeim. Og gera rétt. Ástunda það sem gott, rétt, satt og fagurt. Kannski ekki hægt að takast á við erfiðleika á neinn betri hátt heldur en það. Hátíð fer að höndum ein, hana allir prýðum. Lífurinn tendri ljósin hrein, lífur að tíðum, lífur að helgum tíðum. Gerast mun og brautin bein, bjart í geiminum víðum. Ljómandi kert á lári grein, lífur að tíðum, lífur að helgum tíðum. Sælmundilla silki grein, syninum undir fríðum. Leið ei verður þá undin ein, líður að tíðum, líður að helgum tíðum. Stjarnan á sinn augastein, andamum geislum blíðum. Loga fyrir hinn litla svein, líður að tíðum, líður að helgum tíðum. Heimsins þagna harmakvein, hörðum linni stríðum. Læknast og þá hinn leyndum ein, líður að tíðum, líður að helgum tíðum. Líður að helgum tíðum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Blessun almáttugs Guðs, Föður og Sonar og heilags Anda sé með þér. Amen.
hæstum hæ.